Velkomin í þetta myndband. Að þessu sinni ætlum við að fjalla forsetningar í ensku. Þetta ensk málfræði með Ödda. En hvað eru forsetningar? Jú, forsetningar eru lítil orð sem vísa til staðsetningar eða tíma. Forsetningar eru töluvert ólíkt notaðar í ensku heldur en í íslensku. Má til dæmis nefna þarna dæmi að sem við segjum að fara í skólan á íslensku, en á ensku segjum við að go to school. Ef við ætlum að beinþýða fara í skólan, þá myndum við væntanlega segja go in school, af því að í þýðir inn. En enska útgáfan go to school, þá myndum við segja á íslensku fara til skólan. Þannig að þetta er ekki hægt að beinþýða íslenskunni yfir í enskuna. Þar að við gerum svo sem forsetningar í íslensku smáorð sem stýra því hvað fallorðið kemur á eftir, en það á ekki við í ensku. Til að vera viss hvaða forsetningu maður á að nota getur verið hjálplegt að læra þær í tengslum við föst orðatiltæki. Skulum kíkja á nokkur dæmi. Ef við byrjum á staðarforsetningunum, þá eru þær eins og svo sem nafni gefur til kynna. Það gefa til kynna hvar eitthvað staðsett eða hvert það að fara. Hér sjáum við lista yfir þær algengustu. Þær eru at sem að getur þýtt á, við eða hjá. In, inni í eða í. Into, að fara inn í, það er þá hreyfing inn í því. On, ofan á. To þýðir til eða að. In front of þýðir fyrir framan. Next to við hliðin á. Behind á bakvið og past er þá að fara fram hjá einhverju. Fyrir aftan þessi orð eru dæmi þar sem að þessi orð eru notuð í setningum og það væri kannski ekki úr vegi fyrir því að íta á pásu núna og lesa þær yfir, en ég skal lesa á fyrstu. I was at the airport when you called. Endilega íta á pásu og lestu yfir þessi dæmi. Og haltu svo áfram að horfa. Síðan eru það tímaforsetningar. Þær segja til hvenær eða hversu lengi eitthvað gert. Og hér ég með þær 5 algengustu. In þarna líka eins og í staðarforsetningunum. En hún notuð með lengri eða skemmri tímabilum, til dæmis in the morning, in May, in 2005. Þetta sem sagt tímabil eða svona tími sem spannar eitthvað ákveðin tímabil. On notuð með ákveðnum dögum, til dæmis on Monday, on my birthday, on Christmas Day og svo framvegis, einhver ákveðnum dögum. At notuð nákvæmari tímasetningar, til dæmis at 10:30, at midnight, þar sem við erum í raun að vísa til hvað klukkan eða hvenar dagsins eitthvað gert. For síðan aftur á móti notuð hversu lengi eitthvað stóð yfir, til dæmis for 5 years, for 2 weeks. Þannig erum við að tala lengd á ákveðnu tímabili sem eitthvað gerðist eða stóð yfir. Og sama gildir í rauninni með during, nema að hún notuð til að segja frá einhverju sem gerðist á meðan eitthvað annað var í gangi. Til dæmis during World War II. I usually work during the day. Þannig að maður að gera eitthvað yfir þetta tímabil sem verið að vísa til. Mér langar að vekja sérstaklega athygli á þessu. In 10 minutes versus for 10 minutes. Þarna erum við með sikkora forsetninguna en báðar að vísa í einhverja 10 mínútur. In 10 minutes þá erum við að tala eftir 10 mínútur. Það er að segja eftir 10 mínútur fer ég að gera eitthvað. For 10 minutes aftur á móti að tala eitthvað sem tók 10 mínútur. Þannig að þetta bara svona til gamans að vekja sérstaklega athygli á þessu. The bottom line bara tvíþætt að þessu sinni. Forsetningar, þær vísa til tíma eða staðar og það best að læra þær og æfa í föstum orðasamböndum sem eru meðal annars fullt af dæmum í þessu vídeói hérna litið framar. Eins í bókinni Spotlight þegar þú ert að vinna verkefnin. En takk hérlega fyrir í bili. Þangað til næst.